dag, áhorfendur góðir og velkomin til leiks hér í Laugardalshöll þar sem að fara fram úrslitaleikur í símabikarkeppni HSÍ. Þetta í þriðja flokki karla og við erum að sjálfsögðu Sport TV að sýna beint frá þessu eins og venjulega að sinna sínu starfi. Aðeins til að fara yfir liðin, þá skulum byrja hérna á liði FH. Og í nummer 1 Ágúst Björgvinsson, markmaður, nummer 12 Arnar Pétursson, 4 Hlynur Bjarnason, 7 Davíð Reginsson, 10 Björn Skarphéðinsson, 11 Steingrímur Gústafsson, 13 Stefán Þórarinsson, 15 Halldór Jónasson, nummer 19 Jón Bjarki Ólafsson, 20 Hilmar Matthísen, 24 Henrik Bjarnason, 25 Bergur Rúnarsson, 37 Alexander Moyas, 62 Geir Kjelir Mikaelsson. Við skulum hlusta á þjóðsönginn. Jæja, þá höldum við áfram það sem frá horfið. Við ætlum eftir að telja upp þjálfarana hjá FH. Nú þjálfarar Árni Stefánsson og honum til aðstoðar Sigursteinn Ardal og þeir eru mjög búin að vera með þetta lið núna. Árni Stefánsson kom til liðs við FH núna aftur núna í haust, hafði verið hjá þeim áður en ef við förum síðan yfir lið Gróttu þá nummer 1 Þórarinn Árnason, nummer 16 Arnar Steinn Þorsteinsson, 21 Gunnar Kolbeinsson, 25 Andri Geir Arnarsson, 28 Arnór Guðjónsson, 29 Finnbogi Bjarnason, 37 Helgi Hilmarsson, 42 Hjalti Már Hjaltason, 57 Hlynur Rafn Guðmundsson, 60 Þorgeir Bjarki Davíðsson, 70 Arnar Þór Helgason, 77 Ólafur Ægir Ólafsson, 88 Aron Dagur Pálsson og 99 Einar Þór Kristinsson. Þjálfari hjá þeim Kári Garðarsson og honum til aðstoðar Davíð Örn Hlöðversson, Andri Sigfússon og Einar Óli Þórarinsson. Það gaman að segja frá því að þessi tvö lið eru í þriðja flokki fyrstu deild. Til Íslandsmóts eru þessi lið í fyrstu og öðru sæti. Grótta efst, búin að tapa bara 2 stigum í vetur og FH búin að tapa 3 og þessi lið eiga 2, 3, 4 leiki eftir bæði til að klára deildameistarann og þau eru einbyrðisleik eftir, þannig að þetta eru 2 sterkustu liðin sem eru að spila hér í dag. Ekki með að gleyma dómurunum, þeir eru Bjarki Bóasson og Jónas Elísson. Leikurinn fer að hefjast hérna, Grótta byrjar með boltan og það virkilega verður gaman að sjá þessi lið. Þetta eru ungir og sprækir strákar. Margir af þeim hafa verið að taka þátt í landsliðsverkefnum. Þannig að við fáum vonandi spennandi og fjöruga leik. Yfirleitt mikil ákefð í þessum flokkum og gaman að fylgjast með. Frábært að sjá hér í höllinu talsvert mikið af fólki mætt frá bæði FH og Gróttu og hvetja sitt lið.
Grótta kemur hérna í sókninni og FH spila 6-0 samt plús hér á vinstri væng, hægri væng segja á leikmann nr. 77 sem á þetta skot. Hann Ólafur Ægir, þetta var gott skot hjá honum, fór í slána. FH kemur hér upp, ætluðu að fara í hraðaplöp, hættu við, stilla upp hérna. Samir hjá Grótta að spila tiltölulega 5+ getum við vörð, jafnvel nánast 3-2-1 því að báðir bakverðin koma vel út á móti. Nú Grótta fer svona aðeins að þreifa fyrir sér, byrja með því aðeins að kemur hérna klipping og miðjum við hot, stöðuskipting hér, koma þeir. Liðin aðeins að leita fyrir sér hérna, því segið, þau eru áþekk og dómarnir sem koma með smá tiltal þar sem vildu meina Grótta leikmaður væri að hanga í treyju og koma þeir með sama afbrigði aftur FH. Kemur hér að fá miðjum skýttuna upp og hann kemur virkilega Hlynur Bjarnason gerði það mjög vel. Tekur undirhand á skot. Kemur Grótta, tókur hraða miðju. FH var komið tilbaka þeir hérna. FH spila svolítið skemmtilega. Þeir plúsa hér hægri vænginn þar sem að Hlynur að plúsa Ólaf. Ólaf er mjög góð skytta en hann kemur samt, Hlynur, hann að koma frá bakverði yfir á miðjuna, að trufla miðjumanninn og gerir þetta nokkuð skemmtilega. Koma þeir hérna, þeir leita fyrir sér. Sjá kemur vinstra horn leysir inn hjá Gróttu. Kemur skot frá bakverði utarlega. Langt yfir hraðaplöp hjá FH. Lendir að Lína, hann hérna var ítt aðeins á hornamanninn hjá FH. Svo sem sagt að hefur kannski átt að fá eitthvað en fekk ekkert, þannig við hérna, þetta heldur bara áfram. Svo að síðan dæmt Lína á FH, þeir náðu frákastinu. Staðin 1-0 fyrir FH, hér eftir 3 mínútur tæpar. Kemur Grótta aftur. Þeir að taka kerfin 6, held ég að þetta heiti hjá þeim. Kemur klipping hornanna við miðjumann. Kemur hér yfir, ætla að reyna að ná yfirtölunni. Og fríkast. Það er svona að leita fyrir sér aðeins. Gaman að segja frá því að miðjumaðurinn hér hjá FH í vörn, nr. 11. Glæsilega gert hjá þeim. Grótta kom hérna leikmann nr. 37. Helgi, hann skoraði þetta mark, vel gert hjá hann, kemur FH reyndi hraða miðju. Það er smá ákefðis í byrjun hérna, en ég ætla að segja Steingrímur Gústafsson sem hérna nr. 11 hjá FH, bróðir Óla Gúst. Þannig að það eru fleiri en einn og fleiri tveir í FH fjölskyldunum sem hafa mikla hæfileika. Og FH kemur hér aftur og Grótta heldur áfram að fara í 5+ eða 3-1 vörn, þetta er svona, og gerir þetta vel, þetta hættir ekki, þetta var frábærlega gert. Halldór Jónasson hjá FH hætti ekkert hornamaður, reyndi að fara yfir handa 50 og gekk ekki en tók þá bara skotið og skoraði, vel gert hjá honum. Koma þær hérna, Gróttumenn aftur, leita fyrir sér, byrja svona rólega, tiltölulega bæði liðin, aðeins að þreifa, kemur miðjumaður, missir boltann. Kemur hraðaplöp hjá FH, leita, nr. 13 í góðu færi, vel varið. Þóran Árnason með sitt fyrsta varaskot, virkilega vel varið hjá honum. Þetta skiptir allt máli. Þeir koma hér aftur Gróttumenn. Liðin svona aðeins að þreifa þetta ennþá. Grótta ætlar að stundir upp hér í kerfi meðan að
Hlynur kom hérna á, sækir línumann, kemur út, klippuð miðjumann. Í hornið vel útfært og vel gert. Það var virkilega skemmtilegt. Þorgeir Bjarki skoraði þetta mark. Þeir byrjuðu á færslu, línumaður við miðjumann og svo náðist yfirtalan. Frítt kast, þetta var rétt. Komaður hérna F-aðunganir, það er jafnt hér 2-2 eftir 6 mínútur. F setur upp, taka áþekkt eins og Grótt var að gera, að reyna að fara í stöðubreytingu. Rauningur, hárrétt, nýtti frá sér. Grótta kemur í hraðaplöð. Þetta var klaufalega gert. Vel gert hann. Hrifinn af þessu strák. Halldór hugur ekki í honum, fer þarna þegar færi hraðaplöð. Ekkert óðagott, var ekkert hræddur þó að vera að koma á hann. Varnarmaður, þetta sýnir maðurinn með spillandi sjálfstraust. Það skiptir máli í svona leikjum. Og Grótta kemur hérna. Andri hér á miðjunni hjá Gróttu, kannski fullmikið að reyna sjálfur, í staðinn fyrir aðeins bara setja upp, reyna að leita auðvelt fyrir markmanninn. Ágúst varði þetta vel, þetta var tiltölulega auðvelt horn. Tiltölulega auðveld leitun skoti, þetta var ekki það sem hann átti að velja sér. Og þeir stöða tímann hérna dómara á þess að reyma skóna strákarnir. Koma F-fangar hér aftur. Stengrum hér á miðjunni hjá Stefán hérna vinstra megin. Hlynur hægra megin. Þeir eru aggressífir Grótta, þeir eru að gera þetta virkilega vel. Þeir stöðva flæða á bolta. Komar hér áfram. Hornainnleysing, Stefán kemur, Steingrímur með skot. Vel gert hjá honum. Þetta er það sem við viljum sjá, að leikmenn séu ekki að láta stoppa sig, fá varnarmann í sig, losa bolta, búa til plássi fyrir næsta mann. Það er vel gert hjá þeim. Og kemur Gróttar hérna og komið smá stöðubreyting. Hann er kominn, færaður yfir í 4-2, kemur upp Hlynur. Vel gert. Ólafur Ægir kom hérna upp í gott skot. Þorgeir þeir fara hér í stöðuskiptingu, þetta er vel gert hjá þeim. Færi víti, Ólafur Ægir fekk víti. Þeir fara í Þorgeir sem er svona meira hornamaður, kemur hérna fyrir utan. Ólafur fer í hornið, taka einfalda innleysingu og kemur hann út djúpunu og sækir á þetta, vel gert. Leikmann númer 88 á Gróttu tekur víti, skorar örugglega úr þessu. Aron Dagur gerir þetta virkilega vel. Staðan er 4-3 eftir 9 mínútur, hann bara mjög jafnt á öllum tölum hjá þessum liðum og eru áþekkir að gera þetta bæði tiltölulega vel. Kemur Stefán hérna, Steingrímur, Línu kemur hérna, gerir þetta, hann er sterkur, þetta er erfitt sko. Þegar þú ert með svona sterkan leikmann, góður í fintunum eins og Hlynur er, að þá verður varnarmaður að mæta fyrr. Hann annarkvort er hann að bíða eftir honum eða mæta fyrr. Hann svona er hálfa leið, sóknarmaður vinnur alltaf á því. Koma þær aftur hérna, Gróttumenn. Hlynur gerir þetta vel, þeir að koma blindu megin á miðjumannin. Já, skref. Þeir eru ekki alveg
Þetta erfitt svona ef að menn missa einbeitinguna augnablik, en það nóg eftir þessu leik. Koma þær aftur hérna Stefán, Steingrímur, Hlynur, þeir eru hérna að spila sín á milli. Settur upp kallað 10, kallaðan. Sjáum hvað kemur út úr því, kemur hérna yfir, stöðuskipting. Þetta var nokkuð skynsamlegt. Línumaður liggur á milli 1 og 2. Kemur hér stöðuskipting og bolti tilbaka inn á línu. Það var vel gert hjá FH. Koma þær aftur hérna. Stefán, Steingrímur hérna og Hlynur hinum meginn. Þeir stuðlarnir 3 hérna fyrir utan. Er að leita. Vel glæsileg sending hjá Steingrími og ekki var að síðra hvernig Davíð kláraði þetta. Þetta var virkilega vel gert. Koma Gróttan hérna. Vel gert. Óheppinn. Gunnar var að gera þetta mjög vel, hann var óheppinn hana. Kemur í fintuna, var óheppinn. Kemur leikmann úr 88, Aron Dagur Pálsson sem tóku víti á hann. Hann hérna kemur hérna á miðjuna, aðeins að breyta, aðeins að þreifa fyrir sér. Koma þær aftur hérna Gróttan. Staðan er 6-3 fyrir FH, þetta er 11 mínútur, 20 sekúndur. Kemur hér klipping, kemur í blokk síðan línum, þetta er vel gert. Hann er alveg mátt hugsanlega flauta fríkast, ég segi það ekki, kemur Henrik hérna og gerir þetta bara vel. Hröð miðja hjá Gróttu, koma þær á þetta og fríkast. Leikmann nr. 24 sem skoraði þetta, Henrik hérna sem kom og skoraði þetta. Ég held að það sé rétt hjá Gróttu, það er 11:45 búnar. Staðan er 7-3, Gróttan þarf að leita lausna í sínu sóknarleik, fyrst og fremst. Varnarlega þeir að standa þetta allt í lagi, þeir eru búin að fá á sig núna 3 hraðahlaups eftir að boltamistök og annað, þannig að við hérna, þeir þurfa að leita lausna og Kári ákvað að taka leikhlé og koma og aðeins skerpa á sínum mönnum. Við erum með tæknumann skástrík kvikmyndatökumann sem er allt í öllu hérna og er að sjá þetta. Að sjálfsögðu er Sport TV að sýna þetta. Við viljum benda endilega unnendum sem hafa verið að notfæra sér þjónustu Sport TV að það er hægt að styrkja Sport TV ef þið klikkið á íkonni eða flipa hér á skjánum ef þið eru að horfa á þetta í tölvun ykkar sem heitir PayPal. Það er frjáls framlög, endilega styrkið því þetta er þarft fyrir okkur að þetta framtak sem er verið að gera. Koma þær aftur hérna og að flauta aðeins að skamma Kára sem er sjálfur dómari fyrir að hafa tekið sér aðeins ekstra langt leikhlé. Það er nú allt í lagi, aðeins að skerpa á sínum mönnum. Og koma þær hérna, þeir eru búin að breyta aðeins, sjáum hvað þeir ætla að setja upp. Þeir eru búin að setja, búin að færa Ólaf á miðjuna. Því það hefði verið að klippa hann út, sjáum hvað kemur út úr því. Og Aron fer yfir hérna hægra megin. Og sjáum aðeins hvað kemur, hvort að þeir finna eitthvað út úr þessu sem að hjálpa þeim og Helgi er áfram hérna vinstra megin fyrir utan. Reyna hér, þeir aðeins að leita fyrir sér, kemur hann, já, ætlar að leysa inn í 4-2. Láta fara 1-1 og vel varið hjá Ágústi, hann varði þetta vel. Þetta var gott skot en Ágúst varði þetta mjög vel. Skiptir máli að markmennir sé að taka sína bolti í þessu. Stefán fyrir, komið fríkast. Já, þetta er hárrétt. Stefán gerði þetta ágætlega, var að reyna að fara á milli 1 og 2. Sem við þurfum að sjá meira að. Við þurfum að sjá leikmenn bakverði leita meira fyrir sér á milli 1 og 2 og halda breytin á vellinum. Koma þær hérna í sama hreyfing og vel gert bara Hlynur
gerir þetta, framkvæmir þetta mjög vel. Kemur strax eftir klippingu á milli miðjumanns og línumanns. Kemur hröð miðja hérna og frábærlega varið. Ágúst að vera með sér þriðja skot sem eins og ég telði hérna frábærlega varið. Það sem ég ætla að klára að segja áðan með sóknina hérna hjá FH að þeir taka hér línumaður, miðjumaður, taka hér klippingu sín á milli þar sem að línumaður kemur vel út og sækir bolta. En Hlynur fær boltan og fer á eftir línumanninu minn og tekur gólskotið, bara frábærlega gert hjá hann. Og þeir koma hér áfram, FH-ingarnir, reyna fyrir sér, leita Stefán. Já, ekkert út á þetta er bara varið hjá markmanni, vel gert. Hraðplaup, koma. Já, það er þetta sem þurfa. Þorgeir skoraði þarna hraðplaupi eftir að Þórann varði þetta vel og þetta þurfa að sjá. Og FH tók hraða miðju, koma þeim eins að hraðplaupi var. Þórann var ennþá á leiðinni tilbaka eftir að hafa tekið hraðplaupið. Nú skiptast þeir bara á, nú er komin hraði í þetta og menn skiptast á að skora hérna. Og þarna var Ólafur að svara fyrir sig fyrir Gróttu. Men þetta að verið að Árni aðeins að skamma Hendrik fyrir að hann var lengi að koma tilbaka. Hann var lengi að skila sig tilbaka. En það er svo sem þeir gerðu það bara vel, Gróttan. Þeir keyrðu hröðu miðjuna þeim megin sem að leikmaður satt eftir, bara vel gert. Og staðan 9-5 og það eru fyrri hálfleik það bil hálfnaður og búin að 14-49. Þannig að það allt í járnu hérna. FH verið með undirtökin. Lengst af, ef ekki allan leikinn bara. Komaður hérna Steingrímur. Stefán komin búinn að skref. Ég er ekki sammála að það hafi verið skref, en hraðaplaup og kemur og skorar vel framkvæmt. Tók þetta strax. Og Þorgeir kom bara á full, leikmannum 60 á Gróttu. Þorgeir kom bara og klára þetta. Þegar upp í staðið, þá er það þetta sem telur. Það og kemur til að skilja á milli þessara liða. Það er hvort liðið hefur hugrekkið í að taka hraðaplaupið. Það er það sem stendur upp úr oftast þegar leikur lokið. Komaður aftur saman, voru að gera áðan. Ef hann nú kemur Hendrik er komin hér í bakvörðin. Ekkert dæmt. Leikinn áfram bara. Geta minnkað den í 2 mörk núna á Gróttan. Þetta var ekki, þetta var hægt. Það var reynda búið að kalla skipti hérna. Þetta var svona, það er ekkert hugrekki í þessu. Fríkast hérna. Hægra megin. Kemur Gróttan hér. Ég segi, sjáum hvað þið setja upp. Koma aftur eins og þeir gerðu áðan. Ólafur kemur hérna á miðjuna, hann setur þetta upp, hann á að leið sinn. Þetta er bara víti. Það er víti frá skrefin. Þetta var bara virkilega nett gert hjá þeim. Ólafur kom, dró frá, fekk boltan aftur og hélt hlaupunum. Komið víti, skorað vel úr þessu. Aron Dagur með sitt annað mark úr vítum, gerði það bara mjög vel. Staðin er 9-7. Grótta hefur aðeins og hefur verið að koma tilbaka eftir að Kári tók leikhlé. Þeir setja hér upp og stilla upp FH-ingar. Sterkur anliðinu gerir þetta vel, en varnarmaður stendur bara mjög vel á mótunum. Arnar Þórir stendur á mótunum núna í bakverðinum og gerir þetta bara mjög vel. Nú koma þeir, Sipaður gerði áðan, línumaður. Frábærlega varið Þóranni. Men hann klúðraði þessu illilega. Halldór leysti inn úr horninu, fekk opið færi, ætlaði að fara að vera vippa á markmanninn. Markmaður sá við honum.
koma þér hérna, einföld klipping. Það er meiri hraði og ákefð enn sem komið í sóknarleiknum hjá FH. Sjáum svona hvernig þetta þróast. Þeir koma hér FH-ingar, staðið 9-7 fyrir FH og allt opið þá. Þetta gera er vel. Hlynur kemur í yfirhandarfintu, kemur jafnframt í klippingu við hornamannan Halldór og Halldór óhræddur fer bara upp á og skýtur og skorar. Það er vel gert hjá honum. Órægur þráttur hann hafi klikkað á hann. Áræðinir og skemmtilegri þessi strákar. Koma þér hérna Gróttan. Þetta er svolítið híkandi vegna þess hvernig þeir eru að spila plúsa hér út miðjumanni. Já, vel gert. Svo verður menn bara að fara í skotið. Menn verður óhræddir. Ólafur er hér á miðjunni. Já, vel gert. Svo ferður bara alla leið og skora þetta auðvitað. Arnór Þór Helgason ger þetta. Menn verður órægir við að taka sénsana sína. Sjáum hvað þeir setja upp núna. Gott skot hjá Stefáni en jafnframt vel varið hjá Þórarni. Bara vel varið hjá honum. Kom óvænt skot á gólfi. Þóran tekur skot á gólfinu og ég sé Stefán fyrirgefiði. Tekur gott skot á gólfi og Þóran við þetta. Stefán Þórarinsson. Ruglaðist aðeins saman til afsökunar á því. Kemur Grótta hér aftur, getur minnkað henni 1 mark. Skiptir miklu máli að halda þessu í þessum tölum. Verð ekki langt á eftir. Skiptir öllu máli, búin að 20 mínútur af þessu og menn hafa þetta allt í járnum. Það telur þegar það líður á leikinn. Kemur Grótta hérna með skoti. Þetta er bara, það þarf ekki alltaf að vera fast. Aron er lunkinn. Hann bara hitta á rétta stað. Mistu við boltan FH, ætla að taka hraða miðju og þeir eru búin að jafna þetta. Ólafur Ægir kom þarna og aftur missaði boltan. Þeir eru að flýta sér full mikið. Menn verða að passa sig og kappið má ekki verða mikið að taka hraða miðju en það er allt í lagi. Þetta er bara allt í jafnum, staðan 10-10. Kemur innleysing hér úr vinstra horni hjá Gróttu. Hlynur fer blindum megin. Ég held nú að ég voru gaman að sjá hvað hann dæmir. Ég myndi nú dæma FH boltan samt sem áður. Því hann kemur nú bara blindum megin á. Þeir ákváðu það að reka hann út af hann Hlyn. Ég er nú ekki sammála þessu. Ég er ekki dómarinn en það er samt sem áður að ég hefði alltaf að stoppa leikinn þarna því að maður gæti verið með höfuðmeiðsl en FH-ingar áttu boltann að mínum mati. Hlynur kom bara blindum megin á hann. Hvað var það? Það er búið að dæma þetta. FH-inu færri. Taka hér hreyfingu. Óheppinn. Skýtur í stöngina. Þorgeir var þarna í góðu upplöðu færi. En var óheppinn með skotið. En sjáum hvað FH verður að hægja hans á. Þeir eru einum færri þannig að þeir verða aðeins að
taka þér rólega með hana, leita aðeins meira. Það er erfitt núna, sérstaklega menn að spila framlengjandi vörn. Nú verður annarkvort hornið að leysa inn. Menn verða að leita færa þó sé einu færi. Já, enda kemur hann hérna, Halldór kemur. Vel gert, þetta var virkilega gert. Frábærlega gert. Stefán kemur inn, dregur bakvörðu með sér, tekur í klippingu og Halldór kemur. Gróttan í hraða miðju. Koma strax hérna, virkilega vel gert. Leikmaður númer 28 skorar sitt fyrst, Arnór skorar sitt fyrsta mark. Það sem ég var að segja á hann, þetta var Halldór leyst inn og Stefán kom á meðan, tók góða hreyfingu, ógnaði og klippti, þetta var vel gert. Jafnframt var frábærlega útfært hjá Gróttunni, þeir tóku hraða miðju og föru strax fyrir sig. Það skipti máli. Stefán kemur hérna óhræddur, kemur upp, meðan Halldór leysir inn og menn voru, vissi ekki hver átti innleysinguna og hver átti Stefán og það komst hann í frískot. Komaður hérna Gróttan, óöppin, skot í slána. Þetta Hlínu komin inn aftur, þannig jafnmargir. Þetta er allt í járnum. FH er einu yfir, 12-11 fyrir FH. 24 mínútur búnar að fyrri hálfleik, þannig það er allt opið í þessu. Hlínur er að vinna þetta vel hérna, kemur innleysing, fær í 4-2. Og leita línumanni, funda hann ekki. Var allt í lagi hugsun þarna, Ágúst ætlaði að senda yfir á Davíð línumann sem var uppi í hraðaplaupi. Davíð var samt í hlaupunum, hann var ekki að horfa, vissi ekki á boltanum, þannig að það var svona tilviljunarkennd sending, en hugmyndin var allt í lagi að senda hérna inn á miðjusvæðið í hraðaplaupi. Koma Grótta hérna, gera þetta sama og áðan, setja Ólaf á miðjuna því það verið að klippa hann út og þeir koma þá bara hér, Aron. Góð hreyfing. Þeir að gera þetta mjög vel. Arnar þarna öðrum meginn og Aron hinum meginn. Og bara óhræddir, eru bara að leita. Hægt að róla sinni færing, kemur innleysing hérna, hægra horni, Aron upp. Vel varið hjá Ágústi. Skref, hárrétt. 3 skref. Aðeins menn að fá að taka þátt í þessu. Árni aðeins að segja dómarunum til, við skulum sjá. Menn þurfa að fá að taka þátt í þessu. Það er skemmtunum við þetta að fá allir aðeins að taka þátt. Koma þær hérna á fullu. Gróttan getur jafnað núna. Sjá hvað þeir gera hérna, leysa þær inn, samur gerð aðan, allt opið, mark og Stefán fer út af, nei, fær ámenningu. Það hefur alveg fengið brottrestur. Var heppinn þarna Stefán, en hvað það fekk ámenningu. Ólafur gerir þetta vel, þeir voru að gera þetta sama áðan. Þorgeir, átnamaður, fer í bakvörðinn og svo leysar hann inn og hann kemur á eftir í innleysinguna. Tók síðan yfirhanda á fintu og gerði það bara mjög vel. FH ákvað að taka leikhlé núna, já, 12-12. FH búið að vera undir tökinn nánast allar leikinn, en Gróttan verið bara í seilinga fjarlægð og búin að jafna og eru svona að ná smá tökum á þessu. Þannig þetta skiptir máli að reyna núna að leggja eitthvað inn. Árni og Sigursteinn eru hoknir að reynslu þarna og ætla báðir að vera að leggja eitthvað inn, báðir fá aðeins eitthvað nýtt. Ósáttir við vinnuna. Sjá
hvað þeir hafa lagt inn í bankan hjá drengjunum. Frábært og mikil reynsla fyrir þessa drengi þó margir af þeim hafa spilað hér áður í bikarúrslitum. Bæði þessi lið hafa verið áður hérna í fjórða flokki og annað, þannig þessi strákar, þetta ekki svo sem í fyrsta sinn þeir eru hérna. En hver og einn svona leikur, hann svo mikilvægur í reynslubankan fyrir þessa drengi, fyrir framhaldið þegar því að allt ætlaði þeir sér að verða meistaraflokksleikmenn og helst framtíðar landsliðsmenn fyrir okkar hönd. Vel gert í vörninni. Arnar að standa sig bara nokkuð vel þarna eftir að hann kom í bakvörðin. Óhræddur, stendur rétt á hann, lokar. Þarna vantar nú hjálp aðeins hjá senternum að koma og loka þegar að Hlynur fór inn á miðjuna. Við sjáum hvað kemur núna. Aðeins smá kergja í F-fæðingunum. Hendin komin upp, hárrétt. Steingrímur ákvað að taka skotið strax. Það svona Gróttan að komast betur inn í Nelli. Búin að vinna sér núna á þessum 26 mínútum. Það rétt tæpum 27 mínútum. Hægt og rólega búin að fara að komast betur og betur inn í leikinn. Þeir eru að ná núna hugsanlega að komast yfir í fyrsta skipti í leiknum og það telur. Láta menn vita þessi órægir. Kemur Gróttan og hugsanlega þeir hendur nú að koma upp fljótlega hjá dómurum. Það ekkert að gerast þarna frekar heldur en hinum hérna. Hending kemur upp trúlega núna. Koma hérna Grótta áfram. Þeir gefa hann tvær og hending kom upp, gáum eina. Og óheppnir, vel kert hérna. Helgi Hilmarsson tók skotið, fór reyndar að varnarmanni og inn. Markmaður var búinn að staðsetja sig rétt. Þær koma hér, koma FH og Grótta komið yfir. Réttum 2:10 eftir að fyrir hálfleik. Og komið að FH að þurfa að elta aðeins. Þeir ákveða áfram þeir jafnvel komin aðeins aggressívari hérna á Gróttan. Órægir, þeir koma hér út. Já, gerði það vel. Og þeir eru órægir núna. Koma þeir á fullu gasi. Arnór, nú 28, skoraði þetta mark úr hraðhlaupi. Þetta skiptir máli, skiptir allt helur þetta nú. Koma þeir hérna FH. Þeir þurfa aðeins að fara að svara og leita. Stefán þarf að koma hér meira. Vel gert. Vörnin frábær núna hjá Gróttunni. Það væri alveg fyrir smá peysutók en það svo sem ekkert mikið. Stefán. Það frábær varnarleikur í augnablikinu hjá Gróttunni, alveg frábær varnarleikur. Koma og ef þeir halda þessa vörn líka þá leggja þeir mikið inn. Koma þeir hérna, kom Hlynur, óhræddur, skoraði. Að standa þessi mjög vel Hlynur. Nú Gróttan kemur, trúlega senast á sókninni í fyrri hálfleik og reyna að fara með 2 mörk inn. Það gott eftir að hafa verið undir 4 mörk þegar mest var að koma svona tilbaka en það eru miklar sveiflur og það í þessum aldursflokkum miklar sviptingar í þessum mörkum. En eru fljótir að breyta stöðunni. Koma þær hérna, Gróttan að flýta sér. Vel varið. Ólafur Ægir tók senast á skotið og Ágúst varð þetta sitt 5. skot varið en það nú jafnræði á báðum með liðunum og við vonumst bara til að seinni hálfleikur var áfram svona spennandi og við skulum taka stutt auglýsingahlé.
Jæja, áhorfendur góðir, þá erum við að gera okkur klár hér í seinna hálfleik þar sem að er í úrslitaleikur í símabikarnum, HSÍ símabikar í þessari frábæru umgjörð hér í Laugardalshöllinni. Sport TV er að sýna beint alla leiki í yngri flokkum. Mjög gott framtak og sjá hvað gerist hér í seinna hálfleik. Nú Grótta er búin að vera undir nánast allan fyrri hálfleikinn og unnu sig bara úr full með mikið sjálfstraust, unnu sig hægt og rólega inn í leikinn. Fóru mest 4 eða 5 mörk undir í fyrri hálfleik en endur með því að vera einu mark yfir í hálfleik og þetta telur allt. Nú FH byrja með boltan hér í seinna hálfleik og við skulum sjá hverju vindur hér í seinna hálfleik, hvað gerist, en eins og staðan er núna þá er Grótta einu marki yfir þegar seinna hálfleikur hefst og það er óbreytt lið hérna hjá Haugunum, eru með sama hóp og klára leikinn. Stefán hérna vinstra megin, Steingrumum, frábær línusending inn á Halldór, þetta var hárrétt. Halldór leist inn og hornamaður fór að hlaupa eftir honum gegnum teiginn, þannig að hann fengur tvöfalt færi F-fæðingarnir. Steingrumun fer á vítapunktinn, gerir þetta mjög vel, óhræddur. Mikill leiðtogi Steingrum í þessu liði greinilega. Stjórnar miklu miðjunni í vörninni, miðjunni í sókn og er mjög svona ákafur í öllu því sem hann er að gera hérna og stjórnar vel. Nú kemur Gróttan hérna, sjáum hvað þeir setja upp. Vel gert hérna hjá vörninni. Komið fulllangt niður hann Ólafur, hann og fljótur að fara niður, kemur hér í skotofnun, óheppni. Já, við verðum að treysta því. Ég ætla ekki að rífast og þið getið hafið kannski séð það betur áhorfendur góðir í sjónvarpinu en svona er þetta bara, það er búið að dæma þetta mark og þannig er það bara. Þú segir hann hafi skotið í innri vinkilinn, ég held að það sé nú ekki alveg rétt en hvað það svona. Svona ekki dvelja meira við það. Við erum búin að hafa góð tök á leiknum, þannig að þetta kannski gerir ekki útslagið. Koma þær hér í hreyfingar, línumar, þeir gera það. Þarna var náttúrulega að dæma víti alveg svo áðan, en það sem gerðist í raun og veru breytingin er svo þarna að Henrik, hann var ekkert ákafur í skotinu og það þýðir það að dómarinn svo sem er ekkert að umbæra honum. Stefán, Halldór kemur aftur og gerir þetta vel. Þeir eru núna bara, eru þeir búin að hugsanlega er að fá búið að leysa þetta 31 vörðunar að láta hornamenn leysa mikið inn. Kemur Gróttan. Þetta var ekki skref, þetta var bara hreyfing, ekki skref. Kölluðu hérna Gróttumenn, nei, FH-menn kölluðu skref en þetta var hjá honum bara hreyfing á efri búk. Helgi var þarna í fintu og tók hreyfingu á efri búk, hann tók aldrei nema 3 skref. Kemur Grótta, innleysing hérna hjá Gróttu, kemur stöðufarslan. Þarna á hann að fara sjálfur upp í loftið, drengurinn. Aron á að fara óhræddur þarna upp í loftið. Hann er stór og mikill Aron Dagur og á bara að fara upp í loftið, óhræddur. Hann er með góða skothend og á bara að láta sig hafa það. Koma þeir hérna aftur. Það var vel varið hjá vörninni. Kemur hendi upp trúlega mjög fljótlega. Kemur Aron Dagur. Sko, hann á bara að fara. Kemur Henrik hérna, hraðplöp, gerir þetta vel og skorar. Þetta var bara virkilega vel gert. Komaði hraðplöpi, hröðmiðja. En þetta var vel gert hjá Henrik, gerði þetta mjög vel, fór í hraðplöpið þarna og skoraði. Komaði núna Gróttumenn.
svolítið svona áþekkt eins og fyrri hálfleikurinn byrjaði. Þar var FH sterkara en Grótta vann sinni leikinn. Sjáum hvað setur í þessu. FH 1 mark yfir, 16-15, 4 mínútur búnar á þessu leik. Sjáum hvað gerist í þessu. Fer í skotið. Já, bara vel gert hjá honum. Ólafur, ef hann fær þetta færi, þá skorar hann. Hann ekkert að láta bjóða sér það tvisvar. Hann bara fer upp í loftið og gerir þetta vel. Kemur FH hérna í rólegheitum, ætlar að leysa eitthvað inn. Taka innlýsinguna aftur held ég hér. Kemur Hlynur, Steingrímur, Stefán þarna. Gerir skref, hárrétt. Eitthvað missýningu þeirra á milli. Kemur Gróttan hérna með seinni bylgju. Inn úr þröngu færi í horninu. Ágúst verð þetta vel, sitt 7. skotvarið í dag. Steingrímur röng hugsun. Kemur hraðuplaup hér með Gróttunni. Þetta var bara sameiginlegt. Þetta var svo sem ekki sárasaklegt. Þetta var sárasaklegt. Þeir héldu svona, klemdu hvern annan. Kemur Grótta hér aftur. Já, hann kemur hérna. Höfum meiðst. Honum ber að stoppa þetta ef það höfum meiðst. Það þýðir ekki að tala um það þó að það búið var. Það var nú ekki verið mikið samt. Þetta var heimskubrot, Hjalti. Þetta var heimskubrot. Bara að segja eins og það er. Allt of mikil ákefð, engin grunnhugsun í því sem hann var að gera. Kemur FH hér einu fleiri, stimpla frá manninum. Stefán Þórhallur skot, vel varið. Þórainn, vel varið hjá honum. Þeir voru að setja eitthvað upp. Vel gert það Steingrími. Og enn aftur vel varið hjá honum. Þetta skiptir miklu máli. Þeir eru FH og núna manni fleiri búin að finna fínt færin á línunni. Og það er svo sem ekkert að segja það. Davíð var kannski, hélt sér ekki nógu vel uppi. Hann lagði svolítið fljótt niður í skotinu. Við viljum svo línumenn reyna að halda hæð lengur þegar þeir eru að fara í skot. Vel varið að samanskapi hérna. Vel varið. Báðir markmennir að láta til sín taka. Og Steingrímur fer bara hérna. Óhrættur fer bara hérna í skotið. Sá að það var enginn að fara í hann. Og gera þetta vel. Það sem ég var að tala um á, hann verður að meina með línumenn að við viljum að þeir haldi hæð er það að línumar á ekki að fara að fleygja sér eitthvað mikið til hlíðar nema nauðsynlega þurfi. Í flestu tilvikum viljum við bara að línumar snúi sér við og stökkvi hátt upp. Verið í mikilli hæð, þannig að hafi mikinn tíma móti markmanni. Kemur Grótta hérna einu færri og þeir velja kannski röng skot. Nú fara bara að reyma strákarnir. Gústi verður að kenna Steingrími. Gústi, pabbi Steingríms verður að kenna honum að reyma fyrir leiki. Hann er alltaf að laga reymarna strákurinn. Koma þér hérna.
Aftur. Og það 10 sekúndur í manninn. Aftur. Þetta var illa gert. Illa gert. En koma þér hérna. Röng miðja. Held að það sé rétt að þeim. Dýr þessi mistök. Helgi skoraði þarna. Stefán misti boltan og staðar fyrir FH hefði getað hugsanlega komast í 2 marka forystu er jafnt. 17-17. 8 mínútur búnar hérna og allt í járnum. Koma þér hérna FH-ingar. Línur tók hér klippingu fyrir Halldór og Halldór leysir inn. Stefán kemur en hann ver frábærlega í markinu hann Þórarinn. Og hann verði þetta mjög vel. Kemur Grótta hérna, góða seinabylgju, klipping, upp í loftið, ekki flauta strax, hárrétt gert. Það var góð dómgæsla. Margir höfðu freistast til þess að flauta strax þegar ítt var aðeins í Ólafi en hann náði að losa boltan yfir að gera leyfa sókninn að njóta vamans aðeins og leyfa þeim að klára aðgerðir áður en að þeir flauta fríkast. Koma þér hérna Gróttan. Ólafur með skot, vel yfir, FH kemur hérna. Stefán reyndi að fara milli 1 og 2, gekk ekki, fekk fríkastið. Gróttan heldur áfram að spila 3-2-1 vörn, það hefur tekist bara nokkuð vel hjá þeim í þessum afi leiksins og sjáum núna hvað kemur upp, kemur innleysing, miðjumaður leysir inn, Hlynur kemur hér á, Steingrímur með skot, langt fram hjá, komaði tilbaka hérna, hann fer út af, það er ekkert að dæma neitt út af, hann heldur honum, hinn er að snúa, hann átti bara að sleppa hann og láta hann detta, láta hann detta. Það hefði þó að það hefði lítið illa út af fyrir manni sem hann hélt en það átti hann bara að sleppa honum. Það er ekkert að dæma hann og hann fer út af 2 mínútur. Grótta fær vítið. Varan kemur, búinn að skora úr þeim vítið svona þeir að fengi, sjá hvað hann gerir núna. Fer í slána. Þeir dæma þetta eru oftast dæma þetta svona. Þetta er alveg hárrétt. Kári aðeins að reyna að malda í móinn, nú er FH einu færri og Gróttan heldur bara áfram að spila sína vörn. Og Halldór leysir inn eða svo fyrr þegar þeir eru í þessari stöðu. Svo fer hann tilbaka. Stefán fer. Reynda að taka þetta yfirhanda fínt og fara milli 1 og 2. Hann er að gera þetta ágætlega. Hlynur að sækja svolítið inn á miðjuna núna, staðan fyrir að sækja milli 1 og 2 líka. Þannig að halda breytinni. Halldór kemur inn, skref, hárrétt. Hárrétt. Hann er á 4. skrefi. Kemur Grótta, reynir fleiri sjáum hvað þeir setja upp. Það er hálf mínúta í mannið, þannig að þegar við sjáum kemur upp, Ólafur gefur langa í hornið og boltinn steig að með annar fótinn út af. Það hefur ekki nýst þeim vel þetta núna hjá Gróttunni að það hafa verið einu fleiri en hvað er það? Svona er þetta. Sýtur að fá upp hér. Vel, bara taka hann vel þarna. Þeir eru að gera þetta mjög vel í vörninni. Á þess að þurrka núna.
Hilmar fær að taka þátt í þessu. Konan að sér núna hvað hann duglegur á kústinum. Kemur FH jafnmargir. Þannig að núna geta þeir sjáum hvað. Setja þeir upp. Þetta er bara léleg sending á Steingrími. Þetta er allt og hæg og komaður hér Gróttumenn. Aðeins hefur hægst á leiknum hér í seinna hálfleik. Það er svo sé ekki alveg sama ákefðin og var í fyrri hálfleik en það getur nú gerst fljótt, getur nú breyst fljótt hjá þeim. Frábærlega gert og þarna lítur hann að skora. Þetta var góð hreyfing hjá þeim. Mjög góð hreyfing. Ólafur Ægir skoraði þarna sitt 5. mark. Þetta var frábærlega gert. Kemur FH hérna. Hreyfa aðeins. Verðum að breyta. Henrik kominn út af aðeins. Halldór komið hér fyrir utan hægra megin. Örfendur, sjá hvað kemur. Komaður hér í hreyfingu. Standa þetta frábærlega Gróttan. Það er ekki hægt að kvarta undan því. Standa virkilega vel hérna. Hending kemur upp fljótlega hjá dómurum. Það gefa eina, tvær sendingar. Og kemur hún upp. Já, hún fer að sjá hvað. Já. Hvað sagði ég? Hending komin upp. Þeir ekki, Steingrímur verður, þetta er svo. Sóknin hér í seinni hálfleik hjá FH hefur ekki verið eins beitt eins og var í fyrri hálfleik. Reyndar hafa báðar sóknirnar bæði hjá FH og Gróttu vera lagari eða varnarna sterkara, svo sem hægt að segja það líka, en mér finnst ekki sama ákefðin í leiknum og var í fyrri hálfleik. Þegar hann er rétt tæplega hálfnaði seinni hálfleik. 14:30 búnar af seinni hálfleik hér. Sama gæti gerst hjá Gróttu núna. Kemur hérna hending komin upp. Hraðplöp hérna hjá FH. Það var ekki hugrekki að senda á línuna. FH ákveður að taka leikhlé þegar 14:48 búnar af seinni hálfleik segi ég, og staðan er 18:17 fyrir Gróttu. Þannig þetta er svona bæði lið búin að skora 4 mörk hér í seinni hálfleik. Staðan var 14:13 í hálfleik, þannig að það hefur ekki virðist ekki alltaf að vera mikið skor í þessu leik. Þannig að hafa þessi lið skorað mikið meira en þetta. Jæja, og við skulum sjá til hvað þeir leggja upp hérna og ákveða. Flauta á liðinn og við viljum fá eitthvað. Sjá núna hvað setur. FH verður aðeins að skerpa á þessu, því eins og staðan er að þá er Gróttan enn með undirtökin af þessu. Þegar FH byrjaði fyrstu 7-8 mínúturnar hérna í seinni hálfleik bara mjög vel, en eftir það hefur þetta hægst á öllu og þetta er ekki sem ég segi, það er ekki sama ákefðin, ekki sama grimmdin í því sem við höfum verið að gera. Kemur FH hérna sömu hreyfingu á þann, Steingrímur, löng sending, nú er bara maður á mann.
Hlynur velur rangt. Þarna hefði ég viljað sjá hann fara yfir handa 50 og ekki sækja inn í pakka. Það er hvað það, Steingrímur kemur og Hlynur þarna vel gert. Nei, vildi skref, þetta var ekki skref. Hlynur skoraði þarna, vel gert hjá honum. Hlynur kom með 4 mörk í leiknum. Gróttan situr upp hérna í róluheitum. Það liggur ekkert mikið á, þeir halda áfram að klippa út Ólaf sem hefur svona verið í skeinu hættulegastur hjá Gróttunni. Komið 5 mörk, Gróttur hafa verið klipptuð mikið út. Við sjá, kemur innleysing hérna, komar 1 á 1. Hendi upp, það er hárrétt, það er ekkert í farvatninu og það er ekkert að gerast. Hend upp, markmaður er bara öruggur þarna. Löng sending. Óheppnin á Gróttan. Og Runarstíg konu inn í þennan bolta. Komaður hérna, þeir búin að taka þessa færslu. Hlynur er komin á miðjuna, Steingrímur er komin hérna hægra megin. Taka hérna smá Halldór, leysir aft. Það er eitthvað að fara að æsa sig hérna, ég held að sé alveg hárrétt að fara að peysa og dýrt að sekja sig við því. Það sem að gerðist þarna sem að Grótta vildi fá að Halldór hefði farið inn í tegin en það var bara ekki rétt. Þarna maður ítt honum Stefán 1 og gerir þetta bara vel, þarna bara 1 og 1. Bara vel gert. Jæja, komaður hérna, sjáum hvernig Grótta leysir þetta, vera einu færri núna, það er klippa út, bara vel láta á spila, 4 á 5 og F-fangarnir fara bara bíða eftir þeim. Komaður hér, vel. Gott skot en vel varið líka, ég menna þetta ákvist var þetta vel. Aron verði að reyna þetta, annars hefði hendinni bara komið upp, menn verið að sækja og reyna. Aron kemur hér aftur, smá stöðuspendingar. Aron verður bara að fara upp í skotu og þeir verður ófræddir. Já. Það er svolítið ráðleysislegt hjá þeim Helgi þarna. Aron kemur, reynir yfir á línuna. Hendi fer að fara upp núna, já. Aron kemur í skotið, óheppinn. Og bara virkilega gott skot hjá honum. Efnilegur skotmaður. Komaður hérna, fangar, einu færri. Steingrímur er að velja rangt núna, hann bara senda hann blítt. Það þarf ekki að vera flott, sko. Það verða bara velja rétt. Komaður hér Gróttumenn. 4 sekúndur í manninn, þannig að þetta lítur bara vel út. FH 1 yfir. Komaður með góð hreyfing. Aron, góð hreyfing, gott í víti. Það er sleppt honum. Leikmann nr. 21 skoraði Gunnar. Þorbergsson skoraði þetta mark, vel gert hjá honum. Kemur FH hérna. Sjáum hvað þeir gera. Setja þær upp. Vilja fá hendin upp, þeir gera það tiltölulega fljótt. Vitlaust valið, þeir gleyma sér. Brauðmiðja, kemur hann. Heppinn núna. Gott skot hjá Steingrími, komið 4 mörk.
Grótta var heppinn, hann sett hann í hnéð að sjálfu sér boltan. 10 mínútur eftir að leiknum, staðan 20-19 fyrir FH, þannig að nú fer sókn að telja. Og hann náttúrulega alltaf að telja, alltaf fyrir þetta að vera erfið. Falleg línusetning og frábærlega varið. Ágúst var að verja þetta frábærlega, þetta var góð línusending og hún lá ekkert inn á línu núna Gunnar að klára þetta færi. Þetta var bara, hann gat bara beðið í rólegheitum. Nú koma F-fangar hér, sjá hvað þeim Grótta heldur áfram að spila 31 vörn. Komar hér út, Steingrímur kemur hérna. Þannig þetta bara allt í járnum hérna. FH leitar. Stefán, þetta gera hann vel. Hlynur bjóð þetta alveg til fyrir Stefán. Hlynur fór í sterka ógnun. Gefur hann horn hérna, hröðmiðja hjá Gróttu, halda áfram að spila, ekki fá fríkastið, halda áfram að spila. Æja, kemur Grótta verður að passa sig núna, missa þó ekki of langt frá sér. Komið 2 mörk undir, 8,5 eftir að leiknum. Það er dýrt núna, tífa sig eitthvað hratt. Góð, ég sammála, Steingrímur reyna þessa mótmáli, ég sammála honum. Þarna var bara tikinn bolti, ekki línumæðurinn. En hvaðan það Gróttan heldur þeim áfram. Þetta reyna einu sinni en hérna stöðuskipting, lína fyrir, hornamaður fyrir inn. Þeir eru búin að gera þetta nokkuð sinnum í leiknum, þeir gera þetta mjög vel og þeir bara, Ólafur Æður gera þetta mjög vel. Þetta hann fer í hornið og Þorgeir sem vel í horninu fer í bakvörðinn, leysir inn og eftir bolta. Ólafur kemur síðan í sterka ópnun og dettur niður í horninu og fær boltan aftur upp. Annað, ef ekki þriðja, búinn að fá allan 3 mörk, 4 mörk með vídeó sem þeir á að fengja út úr þessu leiknum. Komar hérna í FH með innleysingu, Stefán Hægur, þetta aðeins verið að mótmæla, hendi kemur upp fljótlega svo sem, þetta allt í lagi. Nú verður það bara að reyna, Steingrímur verður að reyna, hann of hægur þarna, Halldór kemur, Halldór of hægur. Hendin komin upp. Steingrímur skorar, hann óragur þrátt fyrir það að fara þarna. Og núna hvað ætlar hann að gera? Hvað ætlar hann að gefa honum rautt? Já, ég hef trú á því. Það er rautt. Já. Það er rautt. Ég held að þetta sé... Þetta var ekki viljandi. Þetta var ekki viljandi hjá honum. Hann fór í andlitið á honum. Svo sem ekki til þess að segja, þetta er bara, svona þetta. Það kemur bara í maður í mannstað og hinu verða bara að klára þetta. Nú þeir sem geta hort á endursýninguna hjá okkur á Sport TV, þið getið dæmt þetta. Ég held þetta að við hárið. Fer inn úr horni og skorar. Fljótir að klára. Þetta færi hjá þeim. Þorgeir skoraði sitt 4. mark þarna. Nú við sjáum hvað þeir gera. Hvað þeir gera hérna FH-ingar. Svolítið erfitt að missa þann sem er þunga miðjan í sérstaklega varnarleiknum eins og Steingrímur en hvað það? Þetta heldur áfram, hini verða bara að stígu upp og Halldór leysir inn. Henrik fer hérna, Stefán.
núna endar með því hann gefur gult spjald á bekkinn. Það er búið að gefa, þarna gera dómarar rangt, það er búið að gefa tiltal nokkrum sinnum. Þarna eiga bara að dæma og gefa gult á bekkinn. Það er sárasaklaust, gera þetta aftur. Stefán kemur hér, Halldór leysir inn. Stefán hendi kemur trúlega fljótt. Jæja, nú getur Grótta jafna leikinn. 5,5 mínútur eftir af þessum leik. Hann var hægur eins og við talaðum hann á tímabili en núna er spennan, fer hún náttúrulega vaxandi. Spennustigið hækkar jafnt og þétt því sem lengra tíð var inn í leikinn. Vel gert, bara fríkast. Vel gert í vörninni hjá Fæðingum. Það er enn hálf mínúti í mannin. Grótta getur jafna leikinn núna ef þeir spila þetta skynsamlega. Tæma hornið. Hornið óhefnir núna. Óhefnir. Það er svo sem allt í lagi. Það er nóg eftir af þessu. FH svona sem flýtir sér ekkert. Þeir eru ekkert að flýta sér við þetta. Það er bara... Kemur hann inn, jafnmargir núna, FH-ingarnir. Þannig að sjáum hvað þeir setja upp núna. Byrjum að þurrka. Þetta er svo sem ekkert sem er 100 hægt í þessu. Þetta er 4,5 mínútur eftir þessu leik og getur allt gerst í þessu. Sjáum svona hvað setur nú. Markmenn eru búin með áþekka, þeir eru með svona Ágúst er komið með 9, það er 10 bolta hérna varða í leiknum í markinu í FH og Þóran er komið með 8 bolta varða, þannig að hann áþekka á með þeim báðum. Komar hérna Halldór. Þeir eru að gera þetta ágætlega, hann er að Hjaltimar Hjalta, hann er hérna fyrir framan í vörninni núna, les þetta vel, hann er vinnusamur, hann er að koma í hjálpina. Það er komið Stefán í skotið og þarna er markmaður búinn að hreyfa sig. Hann er markmaður búinn að hreyfa sig og hann má ekki vera farinn og segja þið fjær. Þarna var ekkert skot, þetta var bara gegnumbrot og hann verður að halda, hann má ekki vera búinn að ákveða hlutina. Hvað það, Grótta kemur hér áfram, 3,5 eftir, 2 mörk undir, þeir verða að fara aðeins að víti, hárrétt, hann er inn í teig, hann er að sækja þetta vel, Ólafur, hann er svona allt í öllu, hann er að sækja þetta vel, Ólafur þarf að taka þetta sjálfur bara. Alveg harða ákveðin, fer bara á punktinn sjálfur og skorar örugglega og fættur við hittadrengurinn. Koma hérna FH-ingar, en þó með 1 í plús, þannig að nú óheppinn í horninu. Geilir, hann átti að vera bara, hann var búinn að stinga niður, hann átti ekkert meir eftir í þessu. Komar hérna, fær í 4-2, komur Stefán. Hann er leiðum að klára, hann er offljótt flauta, hann er bara búinn með 3 skref, hann er aldrei kominn á 4. skref. Hending kominn upp. Vinnur boltan, Hjalti gerir þetta frábærlega, hraðar plöp og jafnar. Telur mikið. Halldór gerir þetta vel. Telur mikið. 2 mínútur eftir þessu leik, jafnt 23-23. Meiri spennu er ekki hægt að hafa í þessu. Sjáum hvað FH gerir út úr þessu sem þeir gera núna. Kemur innleysing, koma hreyfingar, Stefán kemur inn á miðjuna. Línu kemur inn á línu og víti, hárrétt. Nei, þetta er hárrétt.
Hann ýtir á hann. Aðeins að mótmæla, reyna aðeins að tuða. Það þýðir ekkert, það er bara búið að dæma þetta, punktur besta. Sjáum hvað gerist núna. Halldór sjálfur á punktinn. Steingrímur kom með rautt, getur ekki tekið vítina sem hann hefur gert. Sjáum hvað Halldór gerir. Og hann drap hann bara, hann tók hann bara og drap boltann, steig hann niður. Frábærlega varið. Nú er 1:15 eftir hér í höllinni. Jafnt 23, jafnt í liðum. Sjáum hvað þeir gera. Takar aftur sömu hreyfingun áðan. Takið eftir þessu. Hornamaðurinn kom hér á miðjuna. Þeir færa, nú takar þetta rétt. Alltaf suðupunkti hér í höllina, sjálfsögðu, þannig viljum við hafa það. Og Gróttan kemur, sækja, skref, búið að flauta, þannig að tekur timeout. Komið skref, það er náttúrulega aðeins að sig, það þýðir ekkert, þeir bara setja upp eitthvað núna. Ekkert mál, við bara setja þér upp. Staðan er 23, 35 sekúndur eftir. Gróttan tók timeoutið þegar ég geti trúað því að dómarinn gefa þeim svona 5, 6, 7 sekúndur í viðbót. Kannski 10 mestarlagi þá lyfta þær upp hönd. En ef Gróttan skora núna þá er þetta langt komið. Þannig að það er allt undir hér. Sjáum hvað þeir gera. Svona viljum við hafa þetta. Þetta er það sem að þessir úrslitaleikir snúast áspenna lífshættar. Þetta sem við viljum fá. Allt undir. Fullorðnast þessi strákar og þroskast og verða hægt og rólega alvöru handboltamenn. Þeir eru náttúrulega orðnir miklir handboltamenn. Ég er að tala að þeir þroskast við þetta á leiðinni í það að verða alvöru menn. Koma þeir hérna, Ólafur leik sér inn, þetta kemur og víti. Þetta er alltaf víti. Og hvað þetta er hárrétt. Þetta var kjánalega elt. Sjáum hvað ég gera. Ef hann skorar, það er svo sem talsvert eftir, 25 sekúndur eftir. Ef hann skorar, þá getur við sagt að Gróttan sé komið. Nei, og hann ver þetta. Þetta er það sem við viljum sjá. Hann ver þetta. En nú er allt í einu stað þannig að FH bara í róluheitunum fyrir einum færri. Þeir verða bara sæk, einn verður að þora og inn og frábærlega varið hérna. Gróttan fyrir hraðahlaup. Bara fríkasti hérna. Það er fríkastið, þannig að þetta getur farið í framlengingu. Sjáum, það er bara fríkastið. Jæja, sjáum núna. Nú getur allt gerst. Allt undir í þessu. Hann tekur þetta. Ólafur Ægir er búinn að vera bestumaður Gróttur og framhjá. Við fáum framlenging í þetta. Þetta er það sem við viljum. Spenna fram á seinustu sekúndu og svo við framleitt. Það er fram til tvisvar 5 og það er svona 5-6 minútna hlé, leyfa leikmönnum aðeins að pústa og þjálfurum að ráða ráðu sínum og svona aðeins að anda. Þetta viljum við sjá. Þetta er það sem gefur lífinu lit. Allir æstir og spenntir.
svo er það bara búið leið og leik lýkur, en þetta viljum við hafa. En við skulum gefa þessu smá hlé og við komum aftur leið og framlengingin hefst. Þá hefst hér framlenging í þriðja flokki karla í handboltaveislunum miklu hérna sem er búin að vera hérna. Þetta er símabikarinn í HSI. Og svona leikurinn hnotskurn var þannig að FH var með byrjun leik svona fyrstu 20 mínúturna með öll tök á þessu leik í
fyrir hálfleik þá kom Gróttan vel inn og svaraði og endaði þannig að þeir voru komið marki yfir í hálfleik, staðan var 14-13 í hálfleik. Og síðan hefur þetta svona verið jafnt á flestum tölum og svona þau hafa verið svona skipst á að leiða þetta. Mér fannst á tímabili að Gróttan væri að klára þetta en svona er þetta er mikil spenna og þetta er það sem við viljum sjá og heyra í þessu leikjum. FH misti sinn miðjumann í vörn og miðjumann í sókn sem var búinn að spila hér alla leikinn. Steingrim út af, fekk rautt spjald, fór í andlitið á manni og svo sem ekkert viljandi en það er kannski ekki mikið hægt að mótmæla því. Og FH byrja með boltan, öðrum manni færri í fyrstu, það er 1.25 í manni. Það getur verið erfitt. Gróttan ákveður það að byrja því að taka úr umferð, alltaf ekki að halda sig fyrir öll vörn. Og fljótur að stinga niður Geilir hana í horninu, þá er hann búinn með öll sín vopn. Halldór kemur hérna og maður sjá hvað þeir reyna. Þeir sækja það er ekkert í því að gera. Hendi komin upp, óöppum með skotið. Komaður hérna Gróttan, þetta komast yfir, 40 sekúndur í manni hjá FH, þeir setja upp. Það gera þeir, stimpla hérna frá, fer upp, boltinn í hornið. Hann er inn í teig og hoppar út, það er bara fína. Þetta var samt vel gert hjá honum. Komaður aftur og kemur hérna inn á línu, rangt valið. Ólafur ætlaði að gefa hann inn á línumanninn en þetta er þröngt. Hann er með línumann alveg við sig. Og það var ekkert að gerast í þessu. Kemur inn og Davíð og með jafnmargir núna. Sjá hvað þeir ekki setja upp úr meðfangar. Og fer beint í skotið, óheppinn. Fer í stöngina og í aftan af markmanninn. Þórainn alveg sjúk, fékk hann í baki, hélt að vera að fara inn. Þá koma Gróttumenn, þeir setja upp þetta saman eins og þeir hafa verið að gera og það hefur reynst þeim vel. Ólafur fer í hornið og Þorgeir kemur hérna út, síðan leysir hann, kemur hér. Já, þetta er hárrétt, hann gerir þetta rangt bara, ætlaði að fara í blokk með bolta. Aldrei var ekkert inn í þessu. Kemur FH hérna, gæti farið einu marki yfir. Fyrra hálfleikur, framlengingar, hálfnaður, ekkert mark komið enn. Nú er stressið mikið, eðlilega, allt undir. Halldór kemur, sækir, með skotið, ekki skref, hann er ekki skref. Hann stingur niður. Þetta er bara ekki rétt þetta, hann var ekki skref á hann. Það hefði verið geta Halldór skoraði þetta mark. Komaður hérna áfram. Halldór með sitt fyrsta mark. Sjáum hvað setur hérna. Hann setur upp, segir 2 hérna. Hann setur kerfi. Það er að kalla skref báðir þar. Þannig kemur. Þeir verða ekki fara í hík Gróttumenn. Þeir verða að halda áfram að sækja og gera þetta að krafti. Þeir eru aðeins híkandi í augnablikinu. 1:15 eftir hendi uppi. Ólafur kemur í skotið.
vel varið, ný sókn, Grótta fær boltan, ný sókn hjá þeim, setja bara upp, ekkert mál, bara í rólegheitum, nú kemur hér á miðjuna, góð vörn, vel gert. Þeir koma hérna Gróttumenn. Ólafur, Aron, óhræddur, já, þetta er ankannaleg hreyfing. Ég veit ekki hvort það hefur verið skrifað. Ankannaleg hreyfing, svolítið sem það dæma kannski meira fram. Það endar með því að þeir fá áminningu. Svo sem þeir hafa alveg svolítið því sem máls í þessu tilviki í þjálfarinu. Þetta er svona búið að kannski sleppa gegnum leikinn með þessar hreyfingar og þá fer allir að dæma skrif. Það er svona, ég er ekki viss um það. Stefán, ekkert, nei, það hárið ekkert. Fekk bara skotið og ekkert í því að Ríkasti bara Grótta byrja með bolta núna í seinni hálfleik, seinni hálfleik framlengingar, hann byrja bara strax. Það er bara skotið, skiptum vallarhelming og svo byrja þeir. Þetta er hann réttu megin úr skora, nei, það er bara í varnarleikinn. Þá bara skipta þeir varnarhelming og svo byrja seinni hlutinn og Grótta byrja með boltan, þannig að skiptir þetta miklu máli að hvað setur Gróttan upp. Þeir eru bara flauta og segja byrjið strax. Þeir eru að gefa þeim eina mínútu og þess að ræða við það. Já, bara ekki á þeim eina mínútu, rétt aðeins til þess að byrja strax, segja þeir. Kemur innleysingin, núna leysar þetta rétt, Ólafur kemur, nú er hann bara að koma og hræddur, komið skotið, góð hreyfing, aðeins svo nálagt, góð hreyfing, vel gert, svo áttu bara að kasta marki, vel gert, góð hreyfing. Það að breyta hérna aðeins, setja Hjaltinn á línu, ekkert, allt í lagi. Alltaf aðeins að breyta til. Nú FH geti komið svona 2 mörk yfir og þá fer þetta alltaf þyngist og öðru. Mínúta búin, 4 mínútur eftir að þessari framlengingu. Og ef það er jafnt aftur, þá er framlengt aftur í tvíslagfyrnu. Og ef það er aftur jafnt, þá er vítakeppni. Við erum ekki komið svo langt. Við höldum bara áfram með þetta. Stefán kemur hérna í hreyfinguna. Vel gert hjá varnarmanninum. Koma þeir hér, Stefán og kastar vel varið. Grótta getur komið núna í hraðaplögg. Óhræddir núna að fara sjálfur, já, auðvitað ferðu sjálfur og frábærlega varið og Grótta nær boltanum aftur. Þetta er eins og borðtennis í augnablikinu. Og víti, hann er inn í teik, Stefán er inn í teik. Hann sækir þetta bara, Ólafur sækir þetta bara vel og maðurinn er inn í teik, ekkert í því að gera. Það verður að sækja þetta. Ólafur
og tekur það sjálfur og skorar jafnt 4. Kemur FH hérna. Sjáum hvað segir 10 segir hann. Upp frá hreyfingu, kemur út. Sama miðjumaður leysir, Halldór fer og skorar. Rauð miðja hjá Gróttu og þeir fara á fríkastið. Það var bara frábærlega gert. Halldór fór þarna alla leið og skoraði. Það er 6 mörk í þessu leik, vel gert hjá honum. Það eru 2:05 eftir í seinni hálfleik framlíkingar. FH við sjáum 1 mark yfir, Grótta með boltann hér í svo kemur hann óheppinn. Þetta var Aron kom hann í skotið og markmaðurinn eitthvað orðið fyrir Njaski. Steig á eitthvað hérna. Það er svo sem ekki stórt þetta. Líður það af. Aðeins kælt bara og svo heldur hann áfram. Þessu byrjuð þessu. Ekkert að þér. Sér hann bara. Græðir á giftið, sagði Árni við markmanninn. Langt í giftingu þannig að þetta verður löngu gróið. Jæja, kemur FH hér með Eismanns forystu. Geta farið langt í að tryggja sér þetta ef þeir skora núna. Alltaf, eins og ég segist, fer þetta frá manni 1,5 eftir. Sjáum hvað þeir gera núna. Bara halda leik og Halldór kemur. Stefán. Það er núna heppnistimbill. Nei, þetta er ekki 2, ég trú ekki það er rangt. Þetta er kolrangt. Þetta er kolrangt. Þetta er kolrangt. Þetta er kolrangt. Þetta er bara rangt hjá honum. Í miður. Hann er þarna á auglýsingaskiltunum þegar þeir kastað í hann og ég... En hvað er það? Þeir eru búin að dæma þetta. Þetta er dýrt. Nú, FH verður að halda núna. FH verður að halda. Já, svona er þetta bara hluta þessu. Hluta leiknum. Sjáum til hvað gerist. Grótta kemur hérna. Þeir verða að tæma eitthvað vasa strax. Þeir gera skora strax. Þetta er hárrétt bara að klára strax. Þeir að gera rátt. Þetta var að taka maður á mann. Það er svo mikið eftir. Þeir eru einu fleiri þannig að það er ekki fær boltan. Rólega bara hver. Og klárar þetta. Gleymir sér. Það gleymir hann sér. Nú verður það bara að skjóta strax. Hann verður bara að fara inn. Hafi kastað þessu frá sér þarna með því að reyna að fara maður á mann og það er mikið eftir á leiknum að þeir lágu ekkert á að fara í þetta strax. Sjáum hvað þeir gera. Koma þeir hérna, FH verður bara þetta er rangt valið. Og hvað það?
Svona er þetta bara. Það er ljóst að Grótta hefur unnið þennan leik. Það er bara búinn að gefa þetta frá sér. FH vinnur þetta 28-25 og þetta var nokkuð jafn leikur allan tíman og ekki gat alveg fara á hvorn veginn sem var. Það breytti, skiptust á að vera með forystu í þessu en þeir hérna kláruðu þetta örfáingar hér í restina þrátt fyrir svona. Svona er þetta bara. Það þýðir það að bikarinn í þriðja flokki karla í Símabikar HSÍ, hann fer í fjörðinn. FH fer með bikarinn með sér heim. Og þeir koma til með að velja mann leiksins í þessu. Það er gaman að þessu. Svona er þetta bara. Leggjast þeir í eina BF-fangan og hafa gaman að þessu. Svona átt að vera. Verðlaunaafhendingin fer hérna fram fljótlega. En að bíða eftir, spennandi að sjá hvernig þeir velja mann leiksins. Það er svolítið svona fróðlegt að vita því að þetta svona líðum, þetta var mjög áþekkt þetta lið, þannig að við svona við bara sjá til og ég er spennandi að sjá hvernig þeir velja. Ég svona hjá mér hugsanlega myndi ég hjá FH og Ágúst varði vel í markinu og Halldór var Halldór Jóns, já, eins og ég alltaf var að segja, ég myndi tippa Halldór en þess að ég held að það sé alveg ljóst að hann af öðrum ólöstum, þá var hann mjög vinnusamur í þessum leik. Hann skorar 5-6 mörk í leiknum en hann hérna var mjög vinnusamur í öllu sínu, allan tíman og ég held að hann eigi þetta alveg fyllilega skilið, sko. Fyllilega skilið. Og þá kemur Grótta hér upp og tekur á móti silfurverðlaununum. Það er náttúrulega sem það er í þessu. Það er alltaf súrt en minning þegar líður á. Þá er náttúrulega alltaf eiga með þessa minningu hafa tekið þátt í þessu. En þetta er þung skref alltaf að labba hér upp og fá silfrið. Það er hitt sem menn vilja sjálfsögðu gullið og allt sem því fylgir. En við svo sem þekkjum það, við eigum nú hér orðatiltækið silfur gulli betri eða hvernig sem sögðu það eftir umfæri Ólympíuleikana en ég held að samt sem áður við vitum það alltaf að það er þungt. En þeir eiga þetta, það er alltaf gaman. Setur í þessu, fá þeir hér alltaf sína medalíu drengirnir og við fylgjumst með því, gaman að sjá að koma hér upp F-fangana og fá að taka þátt í því að halda á bikarnum og lyfta honum upp. Það er
ákveðin ákefð í því og gleði. Þannig það sem menn eru að leita eftir. Nú er þeir klappa hér fyrir Gróttumönnum eftir góða leik þar sem þetta endaði bara hér á seinustu metrónum í framlengingu. Og hvað vilja menn frekar en að fá bikarleik í úrslitaleik í framlengingu? Það er það sem við viljum. Það sýnir sig að bæði liðin hafa verið að leggja allt sitt af mörkum í leikinn. Síðan heldur þessi veisla áfram á morgun. Það er í klukkan 11 í fyrramálið fjórðungsflokkur karla og síðan kemur meistaraflokkur karla kjölfar af því meistaraflokkur kvenna, síðan unglingaflokkur kvenna og annar kvöld með öðrum flokki karla. Þannig að þetta er taumlaus gleði og hamingja. Það er ekki til neitt meira en þessi gleði og hamingja verið í þessu. Það er þetta sem við viljum öll. Viljum taka þátt í þessu og viljum vera með og það vilja allir að labba hér upp. Að fá að labba upp, það er það sem við viljum. Kalla er á alla strákana. Það eru strákar hérna sem hafa tekið þátt í einhverju leikjum í yngri flokkum og eiga þá að fara upp. Allir sem hafa farið upp, tekið þátt í leik, þeir eiga að fá medalíu og þannig er þetta. Hér sjáum við Heimir Ríkharðsson, unglingalandsliðsþjálfara, að afhenda verðlaunin og með honum er Einar Þorláksson, framkvæmdastjóri HSÍ. Og þetta er það sem þetta snýst og gleðin hérna er gleðin. Þetta er það sem er að fá medalíu, að fá að hengja hálsinn og þetta er þörfin er mikil og ákefðin og bæði liðin vilja þetta. Það er alltaf þannig, það er bara eitt sigurvegari og það verða menn bara að sætta sig við að það er bara eitt sigurvegari í þessu og bikarkeppnin er það. Það er að vera hér allir þjappa þessu vel saman og nú er það þannig nú bíður bara eftir því að bikarinn frá loft það er það sem við viljum sjá. Já, Champions kemur og hvað kemur og bikarinn á loft. Þetta er það sem við sjáum, gleðin er þarna. Bikarinn á loft. Við hér á FH innilega til hamingju með þeirra bikarmeistarar. Heimavöllurinn er að gefa þeim mikið og það er nú eitthvað sjálfsöryggi sem fylgir því að standa sig svona